núna. Kæru bæjarfulltrúar, 590. fundur bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar haldinn í fundarsal Breiðumörk 20, 13. febrúar 2025 kl. 17. Fundinn sitja Njörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Thelma Rún Runólfsdóttir, Atli Viðar Þorsteinsson, Snorri Þorvaldsson, Alda Pálsdóttir, Sigmar Karlsson, Pétur G. Markan og Íris Björgvinsdóttir. Fundargerð ritar Íris Björgvinsdóttir bæjarritari. Í forföllum Halldórs B. Hreinssonar, forseta bæjarstjórnar, og Söndru Sigurðardóttur, varaforseta bæjarstjórnar, set ég hér fundinn í samræmi við 5. málsgrein 7. greinar samþykktar stjórn og fundarskap Hveragerðisbæjar. Og ég leita þá eftir athugasemdum við fundarboð sem engar eru og leita eftir tilnefningum fyrir forseta fundarins, fundarstjóra. Eru tilnefningar? Má koma tillögu úr sæti. Gjörðu svo vel. Við leggjum til hann Njörð Sigurðsson. Njörður Sigurðsson, gjörðu svo vel. Er það samþykkt? Já. Leggjum við undir atkvæðagreiðslu. Er það samþykkt? Það er samþykkt. Takk fyrir. Ég veit athygli á að hér stend ég ekki sem forseti, heldur fundarstjóri, ef við áverkið við á eftir. En við göngum þá til dagskrár. Fyrst á dagskrá fundargerð bæjarráðs frá 16. janúar síðastliðnum. Þar eru tveir liðir afgreiddir sérstaklega, númer 1 og 2. Við byrjum á lið 1 sem er viðbótarkostnaður vegna skólavistunar utan lögheimilis sveitarfélags og orðið laust þennan lið. Enginn kveður fyrir hljóðs og hér er lagt til að samningur viðbótarkostnaður vegna skólavistunar utan lögheimilis verði samþykktur. Þeir sem eru samþykktir því gefur ekki og það er samþykkt samþykkt. Þá er liður 2 sem er annar sambærilegt viðbótarkostnaður vegna skólavistunar utan lögheimilis sveitarfélags, orðið laust. Enginn kveður fyrir hljóðs og þá ber ég þennan lið upp til samþykktar og þeir sem eru samþykkið því gefur merki og það er samþykkt samhljóða og þá er fundargerðin að öðru leyti til umræðu. Alda, gjörðu svo vel. Væri það hérna svona? Já, aðeins gott hann. Er það ekki bara? Betra. Fundarstjóri. Ég vil nú byrja á að vekja athygli því að ég bjóst nú ekki við að vera aldursforseti 50 ára sko. En svona er það. Yngsta systkinið er samt orðin aldursforseti. Það er með leikskóla, með þriðja liðið með leikskólamálin. Við vorum með fyrirspurn fyrir síðasta bæjarstjórnarfund. Það síðasta? Eða síðasta? Við fengum allavega svör á síðasta. Nei, við fengum svörin í bæjarráði. Já. Og það eru svona nokkrar athugasemdir sem að ég er með. Sko, fyrst langar mig að spyrja það. Sko, hvort það sé komin einhver tímalína. Af því að tala að það sé komin í tímalína á þetta. Og við hefum ekkert heyrt það síðan var og það er svona hvort að það sé hafin vinna þarna í húsnæðinu til að svona kannski byrja á því að heyra með gang mála í þessu, af því að við hefum ekkert heyrt síðan þarna og það er mánuður síðan að við vorum með þessa fyrirspurn. Takk Alda, og það er ennþá laust ef þú vill kveða hljóðs og svara fyrirspurnunum. Og ég get að taka þennan. Pétur, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur, takk fyrir fyrirspurnina, Alda.
Já, það fullur gangur á framkvæmdum við bygginguna við Óskaland þessa dagana og það gleðilegt. Það sem hefur gerst og það var nú komið inn á það í þessum svörum við fyrirspurnunum núna í bæjarstjórn fyrir mánuði, að það komin aðalverktaki á verkið og það búið að semja við alla undirverktaka. Það var fyrsti verkfundur í gær, svona formlegi verkfundur, þó svo að framkvæmdir hafi nú verið hafnar aftur. Þannig að það komin tímalína sem kemur fram í þessari fundargerð. Ég held hins vegar að það sé ágætt að fundargerðin fái bara sinn farveg og komi þá inn í bæjarráð núna 20. febrúar. En ég get þó allavega sagt það hér að við erum að horfa til þess að byggingin sé afhent einhvers staðar í kringum maí, júní. Það svona það sem að menn eru að horfa til núna og svona nokkuð ábyrg tímasetning myndi ég halda með allt og allt. Góðu fréttirnar eru þær að framkvæmdirnar ganga vel og það getur vel verið að það sé fyrr. En ég held að sé ágætt í ljósi stöðunar að svona tempra væntingastjórnina örlítið en leggja þess meiri áherslu á að gæðin í þessari framkvæmd standist og sem við erum að fylgja eftir núna og ég hef fulla trú á. Það einnig, eins og við margt komið inn á, verið að taka út húsið með tilliti til þess að það hefur komist raki að því og sú vinna gengur ágætlega þannig að það verið að kortleggja þá staði og það náttúrulega tekið með í framkvæmdinni þannig að þegar húsinu skilað þá tel ég okkur vera með bæði gott húsnæði og standist allar þær kröfur sem við gerum gerum kröfur Annað í þessu að svo bara bíða aðrir spottarlausir sem við erum að vinna í að nýta saman með aðilum sem eru náttúrulega í þessu samningi eins og EIG og það samtal bara mjög títt og þannig að við bara náttúrulega gefum skýrslum það og upplýsum kjörna eftir því sem að sá gangur færist nær lokametrunum. Takk fyrir. Pétur, orðið það laust. Já, gjör svo Alda. Ég aðeins að hugsa ég ánægð með að heyra að það gangi vel af því að þetta varðar barnafólkið okkar og þetta hefur stór áhrif í samfélagið okkar og mikil og þá kannski kemur spurningin með Bungubrekku því að nú veit ég að það átt að fara þar inn hvort að það sé eitthvað gangur í því eða hvenær sé fyrir séð að það veri tilbúið eða nú veit ég ekki hvort það búið að gefa það út einu sinni, ég hef ekkert heyrt allavega þetta og í framhaldi af því að þá heyrði ég að það væri búið að ráða inn starfsmenn og mér langaði svona að heyra hvort það væri búið að ráða inn alla, hversu margir það væri og hvort það væri byrjaðir eða hversu margir væri byrjaðir. Já, ég held þetta sé bara. Takk. Takk Alda. Orðið það laust. Og svara þessu á ný. Svo Já, fundarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Það góða fréttir af því máli. Bungukot, eins og við kjósum að kalla þetta tímabundna húsnæði, tekið til starfa, aðlögur hafinn og hófst í vikunni á þriðjudaginn. Og ég nú búinn að líta til þeirra einu sinni og þetta gengur vel. Þannig að þau mál í góðum farvegi og við finnum það strax að þeir foreldrar sem voru bara einfaldlega í þröngur stöðu á biðlista eru mjög þakklátir fyrir það að geta nota þetta tímabundna úrræði. Það líka eitt í þessu sem að skipti máli að starfsfólkið sem að kemur að þessu. Ég var nú bara á starfsmannafundi hjá þeim og með þeim í dag og ítrekaði þar og ég ætla að gera það aftur þakklæti fyrir hversu tilbúin þau hafi verið að mæta þessari áskorun samhent og einhuga. Þannig að það þakkarvert og ekki sjálfsagt. Þannig að við eigum alveg ótrúlega öflugt starfslið í Óskalandi og náttúrulega bara allstaðar í Hveragerði en ég einblíni þarna á Óskaland og starfsfólki þar.
ekki allir starfsmennirnir sem voru ráðnir eru teknir til starfa en drjúgur hluti og þeir eru náttúrulega að nýtast fyrst og fremst núna þegar þetta úrræði, tímabundna úrræði er komið til kastana. Þannig að, en ég get bara einfaldlega tekið saman nákvæmari tölur þegar þessum fundi lýkur og sent á kjörna fulltrúa. En svona heilt yfir þá eru ekki allir starfsmennirnir sem áttu að koma inn í þessar viðbót hafa hafið störf. En þeir sem hafa gert það eru náttúrulega ástæða þess að við erum búin að opna tímabundna úrræðið og taka þátt í þessu verkefni með okkur. Takk Pétur. Orðið er ennþá laust fundargerðina frá 16. janúar. Séum við svo vel. Fundarstjóri. Mér langar aðeins að stundum þegar ég kem hérna í bæjarstjórn þá er að garfa í gögnum þá líður mér stundum eins og ég sé pínlítið vitlaus. Þess vegna kem ég eitthvað upp og reyna að afla með frekari upplýsinga. Vonandi er ég ekki mjög vitlaus. En það sem ég er að pæla í er kostnaðaráætlun vegna íþróttahússins sem er liður 5 vegna viðbyggingar við íþróttahús, liður 5 á þessu fundi. Og kannski að halda því til haga hér að við D-listanum erum ekki á móti viðbyggingunni við íþróttahúsinu, af og frá. Við erum heldur ekki á móti uppbyggingu gervigarðsvallar en erum samt hugsi svona yfir ýmsu og mér langar kannski svona í þessu samhengi að bakka 2 ár aftur í tíma til 3. apríl 2023. Já, þá var bæjarstjórn að taka afstöðu til tilboða sem að komu í Hamarshöllina sem var þá í bígerð hér í Hveragerði og Hamarshöllin átti að leysa sömu vandamál og viðbyggingin við íþróttahúsið er að leysa ásamt Gjörgarsvellinum. Málefni knattspyrnudeildarinnar og málefni annarra deilda hér í bæ. Þá kom nokkuð tilboð og það lægsta var 1228 milljónir. Þeim var öllum hafnað og ég sjálfur studdi þá ákvörðun, einfaldlega vegna þess að þessi kostnaður var mikill fyrir bæinn og það voru forsendur sem voru gefnar í afgreiðslu meirihlutans í því máli að tilboðin væri á há og væri með tilliti til fjárhags bæjarins og þess vegna væri þessu öllu hafnað og reynt að leita annarra leiða. Og þess vegna velti maður fyrir sig, nú í þessari kostnaðaráætlun vegna stækkunarinnar, þá er gert ráð fyrir heildarkostnaði upp á 909 milljónir og í því er talað þessi svokölluðu vikmörk sem að geta farið 30% yfir og ef maður slær þeim tölum bara í vasareikninginn þá segir það okkur að kostnaður við viðbygginguna getur farið upp í 1182 milljónir og með þeim fyrirvara einnig að þetta eru frumkostnaðargreining. Og svona fengin reynslu þá held ég að frumkostnaðargreiningar hafi frekar tilhneigingu til þess að hækka heldur en að lækka. En gott og vel, 1182 milljónir er það sem að geti legið fyrir í kostnað við þessa viðbyggingu. Og þar til viðbótar er verið að byggja upp Gjörgarsvöll sem að ætla má að fari yfir hálfan milljarð, 600–700 milljónir, svona worst case scenario. Þannig að í þessum 2 framkvæmdum þá erum við að horfa á uppbyggingu íþróttamannvirkja sem að slær nærri 2 milljörðum. 2 milljarðar er hærri tala heldur en 1228 milljónir og það er þess vegna sem ég líður kannski pínlítið eins og ég sé vitlaus og leita hér svara og það sem ég er að velta fyrir mér. Fyrir 2 árum var þessi kostnaður algjörlega fráleittur og við höfnuðum öllum tilboðum í þessa framkvæmd og langar raunin að spyrja og í rauninni bara meirihluta framsóknar og lista. Hefur Kópavogsbær fjárhagslegt bolmagn til þess að fara í
þessar tvær framkvæmdir á sama tíma? Og ef svo hvað hefur þá breyst á þessum 2 árum þegar að það var alls ekki hægt? Takk fyrir þetta, Sigmar. Voruð þið ennþá laust hér? Daginn gjörðu svo vel. Fyrir fyrirspurning. Takk fyrir fyrirspurninguna. Það er kannski rétt að vekja bara athygli á því að þegar við horfum hér á þessa frumkostnaðaráætlun fyrir skólamörk 2-6 með stækkuðu húsi, þá eru þar inni allir áfangar. Í þessu útboði sem á að vera að taka fyrir á þeim fundi sem við nefndir hérna áðan, varðandi Hamarsvelli hérna upp í dag. Þar var verið að taka fyrir fyrsta áfanga. Og ef ég man rétt að þá var sko kostnaðaráætlun fyrir fullbyggð mannverki þar uppi með öllu því sem við sjáum fyrir okkur í þessari frumkostnaðaráætlun, þá á ég við forrými og búningsklefa og allt þetta. Það voru, þú veist, einhverjar töluvert herri fjárhæðir heldur en við erum að tala um hér. Ef ég man rétt þá var þetta skelin sem var verið að bjóða út á hönnun og þá hefði átt eftir að í rauninni innrétta þetta að öðru leyti og svo á síðari stigum sem hefði verið þá hugsað á einhverjum töluvert lengri tíma þá hefði verið planið að fara í þessa síðari áfanga. Varðandi fjárhagslegt bolmagn að þá þurfum við að búta þessar framkvæmdir niður og það er þannig sem við sjáum okkur hvert að gera þetta og það er ekki verið að samþykkja að fara af stað í framkvæmdir hér á vegum bæjarins nema það sé búið að tryggja að svo sé og það eru eftir mínum skilningi allir flokkar sem að sitja hér saman í bæjarstjórn búnir að sameiginlega samþykkja að fara af stað í þessar framkvæmdir og fyrir mitt leyti get ég sagt að það sé greiðlegur sigur fyrir Hvergerðinga í heild sinni að það getur verið pólitísk sátt uppbyggingu innan þessa málaflokks af því að það hefur bara allmikið verið tekist á þennan málaflokk hérna undanfarin ár og ég held að það hafi engin áhuga á því að gera það mikið lengur. Hér erum við að fara á frábæra aðstöðu sem að við erum að byggja upp í skrefum og fyrsta skrefið þá að koma upp í rauninni þessari byggingu per se, þar sem að við reisum veggi og þak og meira að segja sú framkvæmd fer í uppskiptingu þannig að við byrjum á að bjóða út grunnvinnuna og hönnun og fleira þannig að það er leitað allra leiða til þess að gera þetta eins hagkvæmt og hægt fyrir bæinn og svo á síðari stigum þá sjáum við fyrir okkur að verða hægt að fara í þessa svona seinni áfanga og það er á dagskrá hjá bæjarráði ef ég man rétt að taka þar fyrir uppskiptinguna í áfanga sem við sjáum fyrir okkur sem hægt að fara af staði núna varðandi húsið út frá þessari uppfærðu kostnaðaráætlun með stækkuninni viðbættri. Þannig ég vona að þetta svari fyrirspurninni einhver leyti. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Dagný og Sigmar. Þetta er bara mjög gott og ég bara tek undir og endurtek orð mín í upphafi að við í D-listanum erum ekki á móti þessari framkvæmd. Alls ekki, við erum að reyna að taka bara alvöru umræðu um útfærslur og hvað er skynsamlegt og svo framvegis. Og ég hef ekki einhverjar áhyggjur af því og mér finnst mögulega höfum við kannski kynnst því aðeins í tengslu við byggingu grunnskólans að það að hægja á framkvæmdum og bútaskipta þeim er ekkert endilega alltaf hagstæðara. Það getur þvert á móti verið kostnaðarsamara að gera slíkt, þannig að við þurfum alltaf að horfa á heildarverðmiðan. En ég fékk ekki svar við spurningunni hefur Hvergerðsbær efni á því að fara í þessar 2 framkvæmdir samhliða. Það er það sem ég er að velta fyrir mér. Því að það er það sem að stendur til og er náttúrulega nú þegar byrjað á
gervigrasvellinum og stendur fljótlega til að fara í hitt, þannig að ég lít svo á að það sé verið að fara í þessar framkvæmdir samhliða. Og ég spyr í rauninni bara, er það sem að þið teljið að sé fjárhagslegt bolmagn fyrir? Takk Sigmar, Dagný hefur beðið aftur orðið, Björnsson. Takk fyrir þetta starfi. Já, ég taldi mig hafa svarað því skýrlega hér áðan að það væri fjárhagslegt bolmagn til þess að fara af stað þessar framkvæmdir með því að skipta þau upp með þeim hætti sem verður gert. Og það verður tekið fyrir nánar á vettvangi bæjarráðs núna í framhaldinu eins og ég kom inn á áðan, hvernig við sjáum fyrir okkur uppskiptinguna á þessu verkefni sérstaklega, samhliða þá þeim verkefni sem að þegar eru komin af stað. Og þar á meðal verkefnið upp í dag með gervigrasvelli. Takk fyrir þetta, Dagný. Ef ég fá kannski aðeins að bæta í þetta, þá setur auðvitað bæjarstjórn alltaf fram fjárhagsáætlun og 3 ára áætlun og þetta þar inni eins og þið væntanlega vitið, ásamt öðrum stórum framkvæmdum sem eru hér í bæ. Grunnskólinn var hér nefndur og við erum líka með hérna fráveituna. Þannig að, já, þetta gengur allt saman. Aldagilsfell. Já, nú er ég hérna eiginlega í sömu sporum á Simmi. Nú er ég alveg að verða rugluð líka. Af því að sko, það er verið að tala um að búta framkvæmd, en samt á að vera allt komið á fullt árið 2026 í íþróttahúsinu. Þannig að ég veit ekki, sko, það er núna tæpt ár eða rúmt ár, það er ekkert lengri tími. Þannig að ég tek alveg undir þetta. Áhyggjurnar eru til staðar þessi 2 atriði samhliða. Takk. Takk fyrir þetta, Alda. Orðið ennþá laust en ekki vil hjá sig enn í fundargerð bæjarráðs 16. janúar. Enginn kveður sér hljóðs, þannig að Pétur, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, bæjarfulltrúar, góðir tilheyrendur. Bara svona til þess að varpa ljósi á þegar að tala um að búta upp framkvæmdina, þá erum við að tala um að fara ekki alútboð, heldur förum við í útboð fyrir hvert verklið má segja fyrir sig. Það hefur reynst okkur mjög vel varðandi gervigrasið og það er að koma ágætlega út og það er náttúrulega það sem að við horfum til varðandi viðbyggingarna við íþróttahúsi. Það er hins vegar þannig að þessar 2 framkvæmdir eru náttúrulega áskorun fyrir Hveragerðisbæ. Við erum hins vegar búin að reikna út þolmþolið næstu ár, þannig að við getum klárað þessu uppbyggingu. Þannig að þá sjáum við að með þeirri lántöku sem gert ráð fyrir vegna þessara fjárfestinga, þá erum við farin að sjá skuldahlutfall bæjarins koma niður 27-28 eins og við fórum yfir í fjárhagsáætlunar umræðunni fyrir jól. Það sem ég ætla aðeins að koma inn og líka bara örstutt að bæjarstjóra ykkar, þá er það mjög mikilvægt að það náist eining þessar framkvæmdir, að náist eining uppbygginguna og ég heyri það mjög glögglega að hún er til staðar hérna og það er þakkarvert, það er mjög mikilvægt. Það eru allir hugsið yfir þessu. Ég er hugsið yfir þessu alla daga, þannig það er engin vísbending það að maður sé vel settari heldur en aðrir Það er eðlilegt þegar svona krefjandi verkefni annars vegar að það sé að það veki mann svolítið ekki bara til hugsunar, heldur bara stundum mann svolítið á gati. En hins vegar erum við búin að reikna okkur hvernig Hveragerðisbær ræður við varðandi svona framkvæmdir og það bara en við þurfum hins vegar og það bara nær saman eins og áætlunin gerir ráð fyrir. Hins vegar þurfum við að vera vakin og sofandi yfir fjárhagnum. Þess vegna til dæmis erum við að fara inn í nýtt verklag þannig að við verðum tíðar með stöðuna á fjárstreyminu, stöðuna á sjóðstreyminu, þannig að við fylgjum saman svolítið með framvindu verkefna og hvað er þá að fara fram úr eða hvað er ekki að fara fram úr og þannig held ég að sé lykillinn að því að þessar 2 framkvæmdir það rísi og verði náttúrulega svona innviða uppbyggingin sem að vantar í Hveragerði til þess að standa undir svolítið gæðunum sem við viljum eiga í þessum bæ. En mér langar líka að segja að bara fyrst við erum farin að ræða þetta. Það sem að stendur svolítið upp úr núna með það sem kannski hefur verið hingað til er að við höfum skrefað þessa vinnu mjög ítarlega í nefndum og ráðum
þannig að við erum með vettvanga sem að koma saman og fara gegnum þetta skref fyrir skref, taka þar ákvörðunum sem þannig að þessi verkefni ekki hólfið einhvers staðar hérna án samtals, þau eru í ríku samtali við haghafana, þeir sem eru að fara að nýta þessar byggingar, kjörna fulltrúa sem að þurfa að bera ábyrgð síðan á loka niðurstöðunni og síðan starfsfólki okkar sem að vinna verkin. Þetta líka breyting frá því sem kannski var áður og kannski vert að draga fram í dagsljósi þegar spurt hvað hefur breyst. Og svo held ég líka að legan á nýja íþróttahúsinu, ef ég bara má deila með ykkur hvað mér finnst, hún einfaldlega betri heldur en að vera með íþróttahús uppi í dal. Og ég held að þegar þetta allt komið saman, við sjáum nýtt miðbæjarskipulag taka einhvern veginn umfaðmandi við þessari byggingu, við sjáum hana nýtast í bæjarhátíðum og vera svona stoð við svona almenningsviðburði, aukin heldur sem að atvinnugreinin eins og ferðaþjónustan mun geta nýtt þetta íþróttahús betur og þannig erum við að breikka notendaspönuna mjög meira. Þá held ég að við verðum öll nokkuð sátt við útkomuna. En það er allir hugsi reglulega og það er einmitt það sem að gefa manni góðar hugmyndir og lausnir. Það er að hugsa þetta og hugsa þetta með öðrum. Takk fyrir. Takk fyrir Pétur. Kannski alveg til lokin að langar mig bara að gera athugasemd við það sem kom fram í máli Sigmars Karlssonar hérna. Það sem hann sagði að það varðandi framkvæmdina við grunnskólan að það að hægja á framkvæmdina var dýrari og ég veit ekki til þess að liggja neina slíkar upplýsingar fyrir það sem er hægt að benda á það. En varðandi fyrirspurninguna hennar Öldu. Já, gjörðu svo Dagný og svo förum við næsta dagskrá. Takk fyrir. Fundarstjóri. Ef ég man rétt að spurði Alda hérna áðan úti í hvort við sæjum fyrir okkur að húsið getur verið komið í notkun á næsta ári og það er reyndin og í fyrsti áfanginn sem ég nefndi hérna áðan í þessu húsi er hugsaður þannig að það verði í rauninni fúnkerandi æfingaaðstaða mjög fljótt. Svo eru seinni áfangar meira hugsaður þannig að það sé verið að bæta í þá búningaaðstöðu og áhorfendaaðstöðu og fleira slíkt sem að gerir húsið í rauninni löggilt keppnishús. Þannig að það sé svona að koma aðeins skýrar fram. Takk fyrir Dagný, þá skulum við... Á ég aðeins, Já, síðasti mælandi á dagskrá í Sigmar Karlsson. heitur. Já. Þú tegir mig. Fundarstjóri, já. Þetta er bara góðar umræður og það er að gera að velta þessu fyrir sér og gaman að fá svona smá skýringar á þessu. Ég fæ þessar tölur ekki ennþá til þess að stemma. Vegna þess að í fjárfestingum sem við tókum fyrir í desember þá er gert ráð fyrir 300 milljónum í íþróttahús og 300 milljónum í gerðugras. Þessar tölur sem við erum að tala um hér eru miklu hærri heldur en það. Þannig að það að segja að þetta sé innan fjárfestingar er einfaldlega bara ekki rétt. Bara svo það sé sagt. Takk Sigmar, ég held að við þurfum að fá að svara þessu en þú verður auðvitað að horfa á 3 ára fjárhagsáætlun en ekki bara þetta ár, en það líkur svo vel. Ég var að benda á tölurnar sem voru á næsta ári. Takk fyrir. Já, það er rétt sem að Njörður kemur inn á varðandi tölurnar í fjárhagsáætlun að vera að skoða þær í samhengi þá næstu 3 ára. Áætluninni var stillt upp þannig að það væri í rauninni farið af stað í íþróttahúsinu á þessu ári og svo myndi í rauninni kostnaðurinn veltast að hluta til yfir á næsta ár á þessum fyrstu fösum framkvæmdarinnar. Þannig að það er svona uppleggið í þessu en að sjálfsögðu þá er ýmislegt sem að verður alveg svona lengur í vinnslu og ég bara veit ekki betur en að það eigi allt saman að stemma og ganga upp en eins og ég hef komið inn á hér áður þá munum við fara nánar yfir þessa áfangaskiptingu á þessu húsi á vettvangi bæjarráðs núna í framhaldinu og bara hlakka til að eiga það samtal við kjörna fulltrúa. Takk fyrir Dagný.
þá held þessi komið tími til að við staðfestum þessa fundargerð bæjarráðs og þess vegna staðfesta hana gefur merki. Hún er staðfest samhljóða. Þá förum við í annan dagskrárlið sem er fundargerð bæjarráðs frá 30. janúar 2025 og þar er einn liður afgreiddur sérstaklega. Það er liður 7. Við byrjum á honum uppkaup lóða í Tröllatungu Kambalandi og orðið er laust þennan lið. Enginn kveður sig hljóðs og hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi kauptilboð. Þeir sem eru samþykkið því gefur merki, það er samþykkt samhljóða. Og þá er það fundargerðin til umræðu að öðru leyti, orðið er laust. Og ég bara byrja. Alda, gjörðu svo vel. Já, ég var aðeins að skoða lið 5. Því ég sá að það var heilmikið þar rætt hvað heitir þetta nú? Atvinnustefnu, já. Og ég var að hugsa þegar ég skoða þetta, þá gat ég ekki gert mér neina grein fyrir því hvaðan var þetta hefur unnið eða hvernig þessa niðurstöðu lá fyrir. Þannig að mér fannst alveg vanta einhvern svona inngang að þessu og þá fór ég eitthvað svona að leggja höfuð bleit og hugsa já, allir þetta sé ekki fundurinn sem við vorum á upp í skóla. Það get ekki verið hugur. Eru þið jafn blanko og ég? Nei. Er það ekki þannig? En ég var að hugsa af því að það kemur ekkert fram, þú veist, hversu margir unnu þetta, hversu margir mættir eða hvernig vinna fór fram. Þú veist, þannig að þessar tölur og ég horf alltaf á tölur þannig að ég verð alltaf að fá að vita út frá hverju það runnar til þess að mér finnist þær gefa rétta mynd. Mér finnst það svona aðeins vanta í þetta. Mér langaði bara að fá svör við það. Þetta Alda, orðið er laust. Þú svara, þetta Pétur, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur, takk fyrir spurninguna. Það var haldinn íbúafundur einmitt sem hluti af þessari vinnu atvinnustefnunnar sem að það hefði mátt mæta fleiri, svo ég bara opni það og það er alltaf betra ef að fleiri raddir koma að málum. Atvinnu- og menningarfulltrúin okkar hún vinnur þessa vinnu í samráði og við atvinnu- og menningarfulltrúafyrirtækið SAS. Þar sem að heldur í raun og veru undir sameiginlegu stefnu og svo erum við með okkar starfsmann sem að heldur á málefni Hveragerðisbæjar og samrýmir síðan inn í það sem kannski vantar inn í þetta sem er kannski málanna að mínu viti ef við horfum að heildarhagsmuni svæðisins. Þarna vantar náttúrulega eitt sveitarfélag sem er Ölfus sem að við öll vitum að er í mikilli uppbyggingu og það berast fréttir af ólíkum verkefnum og fjárfestingum nánast vikulega sem er gott og skiptir okkur máli á svæðinu og við höfum að mínu viti mikinn hag af kröftugu atvinnulífi. Það sem væri mjög gott og að mínu viti skynsamlegt fyrir fólkið hér á svæðinu, atvinnusóknarsvæðinu í heild er að ná þessari atvinnustefnu sem einnig heild þessara allra sveitarfélaga. En það er náttúrulega hvert sveitarfélag fyrir sig sem tekur það sem ákvörðun og hún er auðvitað pólitísk en mér finnst þetta vera kannski svona gott atriði til þess að varpa ljósi á vegna þess að þessi atvinnustefna skiptir mjög miklu máli fyrir svæðið í heild upp á framtíðina og þá væri hún betri og væri öflugara verkfæri ef öll sveitarfélög hún tala ekki svona eins og kröftugt sveitarfélag eins og Ölfus væri þar inn á. Takk fyrir þetta Pétur. Ég sé í kynningagögnum sem eru í fundagögnunum að það er einmitt farið yfir. Það var íbúafundur í Hveragerði 21. október og auk þess íbúakönnun sem held ég að liggja til grundvallar þessum upplýsingum sem liggja þarna fyrir. En orðið er ennþá laust fundargerð bæjarráðs frá 30. janúar. Alda, gjörðu svo vel. Já, Sigmar, gjörðu svo vel. Það er liður 6 sem er heljarnar
skýrsla frá KPMG varðandi mat á stjórnkerfisbreytingum sem hafa farið fram og við ræddum yfir þetta og það sem að svona, mér fannst standa upp úr þessu og ég held að þetta hafa nú fengist ágætis kynning á þessu í bæjarráði er það að fáir, þetta voru semst tekin hann einhver viðtöl til þess að meta þessar breytingar og það er setning sem að hljóðar svo að fáir viðmælendur þekkja vel til stefnu sveitarfélagsins eða tilgang stjórnkerfisbreytinganna. Þessi setning kemur mér satt að segja ekkert á óvart því sjálfur hef ég ekki ennþá áttað mig á tilgangi stjórnkerfisbreytinganna en það er auðvitað að mála að það þurfi þarna og það er lagða þarna tillega til úrbóta í því. Þannig að þetta er bara svona atriði sem að mér langar til þess að benda á. Já, takk Sigmar. Dagný, gjörðu svo vel. Takk fyrir þessu. Ég sem ætlaði að tala voða lítið í dag því að ég er ennþá hálflasin en þið verður bara að þola það. Mér langaði bara að koma þetta framfæra hérna á fundinn að eins og kemur fram hérna í bókuninni sem var samþykkt í bæjarráði þá verður haldið áfram með þessar stjórnkerfisbreytingar sem hófust árið 2003 í samræmi við þær tillögur frá KPMG sem lágu fyrir fundinum og það sjálfsögðu skiptir máli þegar svona breytingar fara af stað að fylgja þeim vel eftir og rýna til gagns og láta stoltið ekki þvælast fyrir þegar að það þarf að gera hlutina betur og þetta er eitt af því sem að hann bendir á hér bæjarfulltrúi Sigmar að það þarf að kynna betur tilgang breytinganna og koma í rauninni þeim einstaklingum sem að starfa innan hennar og notendur og fleira svona betur inn í hvaða niðurstöðu við erum að stefna að. Þannig að það verður bara gott að taka spjallið áfram með þeim fulltrúum sem munu sitja í þeim vinnuhóp sem að mun starfa núna á vegum meirihluta og minnihluta af því að útfæra frá nánar þær breytingar sem verður farið í framhaldinu og ég er bara fullviss að við getum gert mjög jákvæðar breytingar þar og að þetta verði bæjarfélaginu mjög svo til góða. Takk fyrir. Takk fyrir Dagný. Orðið á haust. Kveðið Sigurðs. Jú, Pétur kveðið Sigurðs, gjörðu svo vel. Fundarforseti, bæjarfulltrúar, aðrir góðir tilheyrendur. Ég þakka sérstaklega fyrir þessa fyrirspurn. Fyrir mig og sem bæjarstjóra þá er þetta alveg má að segja lykilmál. Og það varðar í sjálfu sér bara nauðsynlega uppfærslu á stjórnkerfi bæjarins. Og það sem kemur náttúrulega glögglega fram í þessari skýrslu er að undanfarið hafa orðið miklar breytingar og innleiðingin hefur gengið hratt og ég nefni því til samanburðar að nú eru vikulegir teymisfundir á held ég öllum sviðum og meira til með svo í fjársýslunni líka forstöðumannafundir sem eru mánaðarlega, eru fastir í forminu og þar förum við yfir málefni líðandi stundar og ég ætla bara að nefna það á síðasta forstöðumannafundi þá fórum einmitt í gegnum þessa skýrslu, gegnum stefnuna og einmitt tilgang breytinganna. Ég held að þessar stjórnkerfisbreytingar hafi verið mjög nauðsynlegar og jafnvel gæti ég kveðið svo fasta orði að segja lífsnauðsynlegar fyrir Hveragerðisbæ bara til þess að halda uppi þeirri þjónustu og þeim gæði í opinberri stjórnsýslu sem við viljum vera þekkt af. Það sem er eðlilegt skref næst er að fullnema eða fullklára þessar breytingar sem er í raun og veru ekkert rosalega flóknar vegna þess að það er búið að gera margt núna. Þetta þýðir í raun og veru að við erum að hugsa til að formgera betur þessi 3 svið og hafa sviðsstjóra yfir þessum sviðum sem að hafa í raun og veru skýrt ábyrgðarhlutverk yfir mannaforráðum og bara og verkefnum sviðanna. Til samanburðar, ef við tökum bara einhver sveitarfélög sem eru á svona svipaðri stærðargráðu og við, þá getum við horft til Ísafjarðarbæjar sem gerði frábæra hluti í sínum stjórnkerfisbreytingum sem virka vel og halda bara mjög vel utan verkefni bæjarins.
Þannig og þetta sko ykkur að segja og við þá sem að hlusta, þetta eru mjög eðlilegar breytingar, þetta er eðlileg fasi hjá bæ sem í miklum vexti og þarf að halda utan með þennan vöxt. Vegna þess að við erum náttúrulega fyrst og fremst okkur ætlað að reka góða og gegnsæja stjórnsýslu, skilvirka og faglega og það stjórnsýslan sem samtalið við íbúana. Við erum náttúrulega ekkert nema þjónustan við íbúa í enda dagsins. Það það sem skiptir öllu og það það sem við erum að miða á með þessari skýrslu og það það sem skýrslan að segja við okkur. Hvernig getum við gert þetta, hver eru næstu skref eðlileg og þess vegna segir KPMG að það sé eðlilegt að skoða til þess að fullklára þessi svið eins og með sviðsstjórana, það svona stærstu málin. Og ég held að þessi nefnd sem var ákveðin hafi verið gott skref og þarna koma kjörnir fulltrúar, það hefur verið að mínu viti það sem ég hef heyrt, bara samhljómur þetta og ná svona sáttum svona loka útfærsluna, má segja. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Pétur. Það voru við þetta á laustum fundargerð bæjarráðs frá 30. janúar. Enginn kveður sér hljóðs og þá vil ég vera þessa fundargerð upp í staðfestingar og þessum staðfesta hana gefur merki, hún staðfestandi. Þá eru þriðji dagskrárliður sem fundargerð bæjarráðs frá 7. febrúar 2025. Þar enginn afgreitt sérstaklega en fundargerðin til umræðu. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég fundargerð bæjarráðs frá 7. febrúar síðastliðnu upp í staðfestingar, þessi staðfesta hana gefur merki, hún staðfest samhliða. Þá förum við í 4. dagskrárlið sem fundargerð aðalskipulagsnefndar frá 14. janúar 2025. Orðið laust hana. Sigmar Gjörðsson. Stjóri, rauninni kurteisisleg ábending til þessum lið. Það nefnilega gleymdist að boða fulltrúa minnihlutans á þennan fund og okkur þótti það leitt og óskum eftir að það kom ekki fyrir aftur. Takk fyrir Sigmar, þetta kemur fram í fundargerðinni og kemur líka fram að fundarinn hafi verið í sambandi við hann símleiðis að þetta afar leitt. Við vonum að það kom ekki fyrir aftur. En orðið ennþá laust þessa fundargerð. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég hana upp í staðfestingar, þessi staðfesta hana gefur merki, hún staðfest samhliða. Þá það 5. dagskrárliður fundargerð öldungaráðs frá 20. janúar 2025 og orðið laust þessa fundargerð. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég hana upp til staðfestingar, hún staðfest samhliða. Þá það 7. dagskrárliður sem fundargerð samráðshóps málefni fatlaðs fólks frá 29. janúar 2025 og þar liður afgreiddur sérstaklega númer 2 í fundargerðinni. Við byrjum á þeim lið og það erindisbréf samráðshópsins og orðið laust þennan dagskrárlið. Gjörðu svo vel. Já, ég las þetta yfir og það svona ýmislegt sem kemur á óvart en þó sérstaklega að í þessari nefnd að þá stendur þarna í 7. grein þá skal samráðshópurinn leggja fram skýrslu starfsemi sína árlega og kynna fyrir bæjarráði. Og þegar ég las þetta hugsaði ég, byrju, þetta eina af okkar nefndum og af hverju annað fyrirkomulag hjá þeim og ekki fundargerðirnar jafngildar svona skýrslum, eru þær ekki ígildi þess? Og svo fór ég að hugsa, hver gerir þessa skýrslu? Leggst það ekki á starfsmanninn sem hefur annars í nægu að sinna varðandi íbúana sjálfa og þá vinnu. Mér langaði svona aðeins
að spurja út í þetta því ég átta mig ekki alveg á þessu. Ef að ég fæ kannski að svara þessu og ég verð þá bara leiðréttur ef ég fyrir rátt á hér að samráðshópurinn nokkurs konar notendaráð eins og við höfum oft farið hér yfir og við erum með annan notendaráð sem öldungaráðið og til dæmis í samstarfssamningi Hveragerðisbæjar og félags eldri borgara sem á auðvitað fulltrúa í notendaráðinu að þá gert ráð fyrir að félag eldri borgara fundi einu sinni á ári með bæjarstjórn og það þá milliliðalaust samtal málefni félagsins og ég myndi halda þetta inn í erindisbréfinu sem milliliðalaust samtal við þá pólitíkina eða bæjarráð en þarna auðvitað eiga fulltrúar í hópnum ekki bara pólitíski fulltrúar. Gjörðu svo vel, já. Gjörðu svo vel, ættu mig. Takk fyrir. Það líka þarna í að þá kemur fram að það líka fundur með bæjarráði þar sem við kynna. Þannig að sko þessi skýrsla eitt, svo fundurinn með bæjarráði annað og í þriðja fundur með velferðinum. Þannig að sko, svo eru fundagerðir, en ég bara spá í hvort þessi skýrsla sé ekki, hvort það sé nauðsyn. Þú veist, að því að samtali til staðar, þannig að ég bara svona hugsa að því að þetta allt vinna og þú veit, ef við ætlum að sinna íbúum vel, þá veit ég ekki hvort að skýrslugerðin það sem að sinni því best. Takk fyrir Alda. Ég mikill áhugamaður skjöl og gerð skjala, þannig að ég held að það sé ekki verra að fá niður svona upplýsingar starfsemina síðastliðið ár og það auðvitað ekki flókið skjal mögulega, en þannig að ég held að þetta verði ekki verra. En orðið þá laust erindisbréfið. Ef að enginn kveður sig hljóð, þá langar mér að lesa ætlar þú að fá orðið, fyrir ekki það? Já, það er saman. Nei, bara... Á eftir. Já. En það er spurning hvað þú kom, já. Við afgreiðum fyrst liðinn og svo ferð þú orðið, afsakið. Ég ætla að fá að lesa upp tillöguna. Það það að bæjarstjórn samþykki erindisbréf samráðshóps málefni fatlaðs fólks með þeim breytingum á 5. grein erindisbréfsins að fundir samráðshópsins skuli boðað með að minnsta kosti 2 sólarhringa fyrirvara. Og þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefur merki og það er meirihluti sem samþykkir, þeir sem eru á móti gefur merki, sem sitja hjá gefur merki og minni hluti geflista sem Hveragerði situr hjá. Þá langar mig að gefa Telmu orðið. Fundarstjóri. Ég ætla að lesa hana heila bókun. Í málefnasamningi meirihluta okkar Hveragerðis og Framsóknar fyrir yfirstandandi kjörtímabil lögð áhersla á að tryggja málefnum fatlaðs fólks sterkari rödd í bæjarstjórn. Stofnun samráðshópsins liður í þeirri vegferð. Það er því pólitísk ákvörðun núverandi meirihluta að tryggja að rödd fatlaðs fólks fái meira vægi. Það er mikilvægt að fatlað fólk, bæði fullorðnir og börn, sem aðstandendur þeirra taki virkan þátt í mótun og veitingu þeirra þjónustu sem því stendur til boða. Auk einstaklingsmiðað samráðs við þjónustuþega er nauðsynlegt að skapa vettvang þar sem fatlað fólk getur látið rödd sína heyrast og haft áhrif á stefnumótun og framkvæmd þjónustunnar. Til að tryggja fullnægjandi þjónustu á þessu sviði er samráð við þennan hóp ómissandi. Í því samhengi er brýnt að samráðshópur málefni fatlaðs fólks sé starfræktur af fullum krafti í bænum okkar í samræmi við lögbundna skyldu. Til að tryggja að rödd fatlaðs fólk heyrist og hafi vægi okkar sívaxandi samfélagi. Undir þetta rita Njörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Atli Viðar Þorsteinsson, Telma Rúnarsdóttir og Snorri Þorvaldsson. Takk fyrir. Takk fyrir þessa, Telma. Þá er það fundagerðin að öðru leyti til umræðu. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég fundagerðin í heild sinni upp í staðfestingar og þeir sem að staðfesta hana gefur merki. Og það er meirihlutinn sem að staðfestir fundagerðina. Ég ætla ekki að staðfesta að þessi fundur hafi farið fram og hann hafi verið tekinn hér fyrir. Já.
það er samhljóða. Ég minni á að staðfesting á fundargerð að staðfestung hafi verið tekin fyrir. Þá göngum við til næsta dagskrárliðar sem er 7. dagskrárliður, sem er fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 7. febrúar 2025. Og þar eru liðir afgreiddir sérstaklega 7, 9, 10, 11 og 12. Og við byrjum á lið 7 sem er deiliskipulag við Varmá, óskum breytingu og deiliskipulag við Breiðamerkur 50 og 52. Og ég ætla að fá að lesa hér tillögu að afgreiðslu áður en gef orðið laust og tillaga afgreiðslu er þessi. Bæjarstjórn hafnar umsókn um breytingu á deiliskipulagi við Varmá í Hveragerði fyrir lóðina Breiðumörk 50 og 52 þar sem tillaga breyttu deiliskipulagi er ekki í samræmi við upprunalega kynnt áform lóðarhafa sem voru forsenda fyrir úthlutun lóðarna sem samþykkt var á fundi bæjarstjórnar 14. október 2021. Orðið er laust um þetta. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég þessa tillögu upp til samþykktar, þessi samþykki hafi gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Og þá er að liður 9 í fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar, deiliskipulag miðbæjar, deiliskipulagsbreytingarna stækkunar íþróttahúss. Og ég ætla að fá að lesa upp tillöguna. Hún er sú að bæjarstjórn samþykkir að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi miðbæjarsvæðis vegna íþróttahúss samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 sem minniháttar lagfæringum á uppdrætti frá samþykki skipulags- og umhverfisnefndar á fundi hennar. Í lagfæringunum felst að byggingareitur forrýmis á vesturhlið er lengdur 1,5 metra úr 43,5 metrum í 45 metra. Litakóðar hámarkshæðar í skýringu er víxla í samræmi við kröfur hámarkshæð sem framkoma í greinargerð. Orðið er laust, þetta er vantanlega skýrt fyrir öllum hvað ég var að lesa hér upp. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég þessa tillögu upp til samþykktar og hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liður 10 sem er Grænamörk IB4 og Gróðumörk. Já, stendur Grænamörkina. Sækið. Ég byrja aftur. Lið 10. Gróðumörk IB4. Og ég ætla að fá að lesa hér tillögu að afgreiðslu. Hún er sú, við vinnslu málsins voru gert mistök að nefna svæðið Grænumörk í staðinn fyrir Gróðumörk. Stendur hérna beint fyrir neðan. Bæjarstjórn samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að láta vinna tillögu að deiliskipulagi fyrir Gróðumörk IB4 í samræmi við uppleggi tillögu A. Orðið er laust um þetta. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég þessa tillögu til samþykktar og þess vegna samþykkir henni og hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liður 11 Breiðamörk 1 umgangsflokkur 1. Og tillagan er sú að bæjarstjórn samþykki byggingarleyfisumsókn fyrir 16,4 fermetra spennistöð með tilheyrandi 12 hleðslustöðum á bílastæði lóðar N1 Breiðumörk 1 án grenndarkynningar í samræmi við 1. málsgrein og 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þar sem leyfisskyld framkvæmd er í samræmi við alskipulag og er ekki talin varða hagsmuni annar en sveitarfélagsins og eða umsækjanda. Orðið er laust um þennan lið. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég þetta upp til samþykktar, þessum samþykkimerki og til samþykkt samhljóða. Þá er liður 12, lóðarblað, öxl 4, 15, 16 og 17. Og hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki lóðarblað fyrir lóðinar öxl 4, 15, 16 og 17. Og orðið er laust um þennan lið. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég þetta upp til samþykktar, þessum samþykkimerki og til samþykkt samhljóða. Og þá er það fundargerðin að öðru leyti til umræðu. Orðið er laust, enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég fundargerðina í heild sinni upp til staðfestingar, þessi staðfesta hafa gefið merki og hún er staðfest samhljóða. Og þá er 8. dagskrárliður sem er lánssamningur við Lánasjóð sveitarfélaga. Og hér er lagður fram lánssamningur númer 250207 til Lánasjóð sveitarfélaga og Hveragerðisbæjar. Vilja að ég lesi upp tillögu afgreiðslu málsins áður en ég gef orðið laust. Og tillagan afgreiðslunnar er svona. Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkir hér með á bæjarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstóð allt að 750 milljónir króna.
Lokagjalddagar þann 20. febrúar 2039. Í samræmi við skilmála lánasamningi sem liggja fyrir á fundinu og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórn samþykkir að til tryggingar á láninu, höfuðstól, uppgreiðslugjald auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins og jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til nýrra viðbygginga leikskóla, 3. áfanga grunnskóla, gervigrasvellar fyrir knattspyrnu og stækkun á íþróttahúsi sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga um stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt Pétur G. Markan bæjarstjóra kennitala 1602-81-5459 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Hveragerðisbæjar að undirrita lánssamning við lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni um útborgun láns. Og orðið laust. Kannski að það hefur engin annar. Já, Pétur, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, kjörnir fulltrúar, aðrir tilheyrendur. Ég ætla bara rétt að koma inn á það að þetta lán er náttúrulega bara í samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar í fjárhagsáætlun og fjármögnun næsta árs. Það sem er kannski óvenjulegt við þessa lántökur núna með við síðustu ár er að ég tók ákvörðun það að brjóta upp þetta lán, þannig að við höfum farið þá leiðina að full fjármagna bæinn svona fyrsta part ásins en ég tók ákvörðun það að taka í raun og veru rúmlega helming fjármögnunar núna þetta árið, þannig að svo sjáum við svolítið hvernig verkefnunum okkur framvindur og tökum þá stöðuna aftur annaðhvort í maí, júní eða í ágúst til þess að klára fjárfestingarnar sem liggja fyrir á árinu og fjármögnuna. Þannig ég vil bara koma inn á þennan litla hlut. Vextirnir á þessu láni eru 4%, 4,005 og það eru, þetta er öll betri kjör en við fengum síðast og svona með vaxtaspá og efnahagsspá og þá eru allar líkur á því að jafnvel að næsta lántaka verði okkur hagfelldari, þannig að en þetta er allavega svona kannski það sem hefur breyst frá fyrri ákvörðun bæjarstjórnar og ágætt að kynna hérna. Þannig að takk fyrir. Takk fyrir Pétur og orðið þá laust. Ykkur vill tjá sig. Enginn hefur beðið um orðið, þannig að ég ber þennan lánssamning við lánasjóð sveitarfélaga upp til samþykktar. Þeir sem samþykkir gefur merki og hann er samþykktur samhljóða. Við göngum þá til 9. dagskrárliðar sem er leigusamningur atvinnuhúsnæði Vopnafjarðarvöllum, gervigrasvöllur. Hér lagði fram leigusamningur milli fasteignafélags Hveragerðis e.h.f. og Hveragerðisbæjar atvinnuhúsnæði á Vopnafjarðarvöllum í Hveragerði. Þetta atvinnuhúsnæði hljómar skringilega er gervigrasvöllur. Og ég get upplýst það að fasteignafélag Hveragerðis sem að Hveragerðisbæjar er að gera leigusamningi við eða fasteignafélag gera leigusamningi við Hveragerðisbæ, öllu heldur, fundaði í morgun og tók leigusamningi fyrir sín megin og þar komu meðal annars ágættar ábendingar frá fulltrúa minnihlutans í stjórninni varðandi orðalag þar sem maður talaði um húsnæði og innanhús og slíkt og það eru tillögur að þessu verði breytt í samningnum kom frá ráðgjafa okkar í þessu máli. En jafnframt voru líka áhyggjur af því að það eru ákvæði í samningnum að það megi ekki framleigja, en ákvæði er að það megi ekki framleigja nema með heimild á eiganda gervigrasvöllur. En orðið er laust þennan leigusamning, gjörðu svo vel. Sigmar. Fundarstjóri, já, ég langar bara í rauninni fagna því að þetta verklag skuli vera viðhafið í þessum málum. Náttúrulega það var svo tíðin hérna fyrir mörgum árum síðan að það var ákveðið að fara í þessa vegferð þegar Hamarsvöllin var reist á sínum tíma. Hvernig var það? 2012. Og það segir mér fróðir menn að þetta sé
sé praktísk leið og góð fyrir bæjarfélagið að fara og það er bara ánægjulegt að meirihlutinn hafi haldið þessari vegferð áfram. Sigmar, Albertsvið. Fundarstjóri, já ég svona aðeins að spá í að því að ég finnst svo gaman af nöfnum og staðháttum og tengingum og og ég hef fengið mikla fyrirspurnir Vorsabæjarvelli af því að Hvergerðingar sjálfir, eða sem hafa búið hér til langs tíma, áttar sig ekki á því að þetta sé upp í dal, heldur halda alltaf að þetta sé fyrir neðan veg. Svo mér datt í hug hvort að við gætum ekki leita leiða til þess að merkja þetta bara fljótlega, þarna upp frá og bara festa nafnið svolítið við, af því að þetta er líka kennileiti, þetta er skemmtilegt í sögunni. Takk fyrir þetta, Alda. Það er kannski aðeins að bregðast við því sem hefur komið fram að þá er þetta hagstæð leið fyrir sveitarfélagið að fara að dreifa virðisaukaskattinum á 20 ár. Það er í raun og veru vaxtalaust lán frá ríkissjóði, má segja. Við greiðum hins vegar verðbætur en enga vexti. Við dreifum virðisaukaskattinum á 20 ár. Þannig að þetta er absolutt hagkvæm leið fyrir bæjarfélagið. Aðeins varðandi Vorsabæjarvelli, þá er bara fín hugmynd. Ég minni líka á að hamarinn heitir í raun og veru Vorsabæjarhamar sem ég held að ekki allir Hvergerðingar átti sig á. En bara ég er mjög fylgjandi því að merkja örnefni og við þekkjum aðeins betur okkar nærumhverfi. Ágætt til að við komum því áfram til umhverfisfulltrúa eða ekki betur. Það hafa ekki fleiri beðið orðið, þannig að ég ber þennan leigusamning upp til samþykktar og þeir sem eru samþykkir honum gefa merki og hann er samþykktur samhliða. Þá er það 10. dagskrárliður sem er skipan í nefndir og ráð. Og hér fer þá fram kosning í nefndir og ráð samkvæmt 48. grein samþykktar stjórn og fundarskap Hveragerðisbæjar nr. 923/2023 með síðari breytingum. Og ef ég fæ að lesa upp hér tillöguna. Sigríður Anna Hjartardóttir hefur beðist lausnar frá setu í samráðshópi um málefni fatlaðs fólks í Hveragerði. Í stað hennar hefur ÖBÍ tilnefnt Margréti Svanborgu Árnadóttur sem nýjan fulltrúa í samráðshópinn. Og hér liggur jafnframt fyrir tillaga fulltrúa í ungmennaráðum. Ég langar bara að taka þetta allt saman í einu og hafa þetta svo til umræðu og spurningum við getum svo afgreitt þetta allt saman í einu. Í ungmennaráði tillaga að aðalmenn verði Hildur Sif Jónsdóttir, Hrafnkell Örn Blöndal Barkarsson og Eyvindur Sveinn Lárusson. Og varamenn í ungmennaráð verði Úlfur Þórhallsson, Hrafnhildur Sif Gunnarsdóttir og Theodór Kristinn Matthíasson. En orðið er laust þessar tillögur. Gjörðu svo vel, Sigmar. Fundarstjóri, já, ég má nú til með að tjá mig ungmennaráð því að ég er hlynntur þeirri starfsemi og ánægður með að það sé loksins að komast á laggirnar og þannig að unnið í samstarfi við Bungubrekku. En svona kannski bara ábending og ég veit náttúrulega að við erum að fara inn í þetta í fyrsta skipti og einhverstað þurfum við að byrja og svo framvegis að reyna að finna búa til fjölbreytileika í ráðinu. Þetta eru allt öndvegis krakkar en þau eru öll fædd á sama árinu sem að býr svona til kannski svolítið einsleitan hóp sem að ég efast ekki að eigi góða fundi og komi góða tillögur en það er líka held ég mikilvægt að svona breikka hópinn og það er kannski bara eitthvað sem að við hugum að síðar. Þetta er alltaf ágætis byrjun. Takk fyrir Sigmar. Já, það er það orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir fundarstjóri. Já, tekum við það mjög gleðilegt að sjá ungmennaráðið taka loksins af stað í sinni starfsemi. Vildi bara vekja athygli á því að það er hugsuð svona aðeins breiðari umgjörð utan síðan starfið í kringum ungmennaráðið. Þar sem gert ráð fyrir aðkomu fleiri ungmenna með ungmennakvöldum sem að ungmennaráðið mun halda utan og ég veit að starfsemi ráðsins er í mjög góðum höndum undir handleiðslu þeirra frábæra starfsfólk sem starfar í Bungubrekku og það eru ýmsar hugmyndir þar innandyra hjá krökkum og starfsfólki sem að
geta verkað svona starfi til góða. Þannig ég hlakka bara afar mikið til að sjá hvað kemur út úr þessu starfi hjá þeim. Takk. Fundastjóri, ég verð nú eiginlega að koma sko, sem ungmennafélagi til áratuga og hef starfað með ungmennaráðum frá því löngu áður en að ég var aldursforseti í einhverjum hóp. Og að þá er þetta ekki fyrsta sinn sem það er ungmennaráð hérna í Hveragerði. Það hefur verið áður og gekk ágætlega en þetta er starfsemi sem að þarfnast mikillar natni og umhyggju og það þarf drifkraft og hvatningu og eins og Sigmar segir þá er líka mikið atriði að það sé svona fjölbreyttur hópur upp á það að brottfalli verði ekki alltaf sama tíma. Því að það er alveg svo bagalegt þegar það gerist. Takk. Takk fyrir Alda. Við tökum undir það, ánægilegt að sjá að þetta sé loksins að gerast. Ég man eftir að fulltrúi Framsóknar fyrir nokkrum árum, Karl Rúnar Árnason, barðist mjög fyrir þessu. Þannig að þetta hefur tekið nokkuð tíma að koma þessu á. En ég ætla að fá að bera allar þessar tillögur, það er að segja skipan í samráðshópinn málefni fatlaðs fólks og jafnframt í ungmennaráðið ef að enginn hreyfir athugasemdir við það, bera þessar tillögur upp í einu. Og þeir sem samþykkja þessar tillögur gefa merki og það eru samþykktar samhljóða. Og þá er það síðasti dagskrárliður sem er dagskrárliður nr. 11, breyting á samþykktum Bergrisans. En hér eru lagðar fram samþykktir Hér eru lagðar fram breytingar á samþykktum Bergrisans BS til seinni umræðu, en orðið er laust. Er það fyrir umræða? Nei, henni vísað til. Já, fyrirgefið. Lögð fram til fyrir umræðu. Tillagan er að vísa þessu til seinni umræðu, en orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og þá er lagt til að bæjarstjórn samþykki að vísa þessu til seinni umræðu og þessum samþykki þýðgjöfumerki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er dagskráin tæmd og við förum í það að lesa fundargerð og kveðjum fjölmörg áhorfendur sem fylgdust með okkur. Góðar stundir.